Verið velkomin í Mótorhaus. Í þessu þætti ætlum við að kíkja á snjókross sem var haldið í fyrsta skipti á Íslandi í 6 ár og renni vera helsta sem gerðist í sleðaspyrnunni sem fór fram á föstudeginum á Icelandic Winter Games. Fyrsta apríl var haldin sleðaspyrna í Hlíðarfjalli, nánar tiltekið í Hólabrautinni. Alls tóku 30 keppendur þátt og voru vélsleðar frá bilinu 50 og upp í 700 hestöfl. Sleðaspyrnan er frekar einföld í framkvæmd. Það er raðað upp eftir skráningu í 2 flokka. Óbreyttan flokk þar sem sleðarnir verða að vera eins og þau koma frá umboðinu og breyttan flokk þar sem að allt er leyfilegt. Það er ræst á ljósum og sá sem var fyrri til að vinna 2 ferðir fyrir áfram í næsta keppanda. Á endanum stendur einn uppi sem sigurvegari og er frekar ánægður. Eftir drengilega keppni voru úrslitin eftirfarandi. Í óbreyttu flokki var í fyrsta sæti Rúnar Gunnarsson, í öðru sæti Bjarki Sigurðsson og í þriðja sæti var Bjarki Jóhannsson. Í breyttum flokki var í fyrsta sæti Bjarki Sigurðsson, í öðru sæti Björn Ómar Sigurðsson og í þriðja sæti var Rúnar Gunnarsson. Næsta keppni á dagskrá þessa helgina var snjókross sem var haldið á túninu við Réttarhvamm á Akureyri. Alls voru 22 keppendur skráðir til leiks og voru þar aðeins 2 sem hafði keppt í snjókrossi áður. En þetta var fyrsta keppni sem var haldin í snjókrossi í 6 ár á Íslandi. Á þessu sinni fór snjókrossi þannig fram að það var keppt í 3 flokkum. Alveg óvönum, þó nokkuð óvönum og minnst óvönum. En í fyrsta sæti í alveg óvönum var Arnór Reyr, í öðru sæti Guðsteinn Hallgrímsson og í þriðja sæti Styrmir Freyr. Í þó nokkuð óvönum var í fyrsta sæti Kristinn Kjartansson, í öðru sæti Hákon Gunnarsson og í þriðja sæti var Emil Tíl Þórsson. Í minnst óvönum eða próflokki var í fyrsta sæti Bjarki Sigurðsson, í öðru sæti Einar Sigurðsson og í þriðja sæti var Kristófer Finnsson. Jæja, hér erum við komið með Bjarka Sigurðsson, eldgamla kempu í snjókrossinu. Hvað segirðu? Allt að gerast? Ja, nú er allt að gera sko. Nú er þetta fyrsta móttöku núna í 6 ár og þetta er bara æðislegt. Hvað var til þess að það kom svona stopp í keppnishaldi á snjókrossi? Þetta er bara
rosa umfangsmikið og rosalega dýrt sport og þetta bara ekkert, þetta rosa erfitt fyrir unga og upprennandi drengi að fara í þetta. Maður þarf á ágætt bakland til að vera í þessu þegar maður er ungur og svo bara innflutningur á sleðum stoppaði 2008 og þetta vonandi að komast í gang núna. Hverjir eru það sem af hverju fór þetta í gang núna? Af hverju fór þetta ekki í gang fyrir löngu síðan, eða fyrr? Það bara þegar við strákarnir í Team 23, við erum bara að vera að vinna mikið í því að koma þessu halda eina keppni og með mikil hjálp frá Finni og HF og þeim hafnarfeðgum að þá erum við að moka hérna 200 hlössum í það braut og búa til smá hring. Og var ekkert bara að ná í snjó á þessum árstíma? Já, við fengum rosalega fína menn að bæða á gröfur og bíla til að keyra hverfi hérna og sækja alla helstu skafla og reyna að móða úr þessu einhvern veginn smá braut. Segðu mér annað, nú er að keppa hér í vönum og óvönum og var reynd að vera að bæta við einum flokki í viðbót til þess að koma öllum fyrir einhverstaðar. Eru einhverjir vanir hérna? Er þetta ekki allt saman óvanir eða? Já, ég held ég og einn annar erum einu sem hefur keppt í snókrossi. Það sem það hætti alltaf fyrir 6 árum síðan og margir hérna voru bara 10 ára þegar það hafa síðan sko. Þannig að, nei, það er engin vanur hérna. Af hverju þá vanur flokkur? Lítur fagmannlega út. Hvernig heldur þetta fari? Erst þú með einhverja reynslu sem að þú getur, þess að sem þú býrð yfir, sem að mun koma þér hjálp hér frekar en einhvern öðrum? Eflaust sko. Ég er búinn að keppa í þessu, ég keppti 3 ár í þessu, en það er alltaf komið 6 ár síðan og það eru margir mjög flottir og mjög hraðir ökumenn í dag og það er bara, þetta fer vel, þetta fer mjög vel. Gangið þið vel. Takk fyrir það. Og nú vil ég bara fá ykkur alla á sleðan ykkar, svo þið getið raðað sagt ykkur í hvaða flokk þið farið. Þið þurfum að muna það líka. Þú veist, í hvaða flokk þið eruð. Við sýnist reyndar Magnús Vatnar hérna að vera helvíti Eftir að klárum, það er hennar að stað, við að síðasta í sjónum, Arnur að fyrstum í óskapinu.
Hrikaleg. Hvernig var þetta? Þetta var hrikaleg. Ég reyndar komið kannski villur á pallinn og ég hugsa ef ég myndi ekki við það myndi það lagast. Það jafnaði þessi ekki sko. Bara ekki neitt? Ekki neitt sko. Það gerist bara alveg það sama aftur. Jæja Arnór, sigurvegar í no-pro eins og þau kölluðu það. Ertu ekki ánægður með það? Jú, ég er ægilega sáttur með þetta. Bjóst ekki við þessu. Áttu ekki von á þessu? Nei, enga veginn. Hvernig undirbjóstu þið fyrir þetta mót? Ég undirbjóð mikið neitt. Komið sem Polaris í lag. Reynda minnka slagið í því sem var slag. Svo bara vaknaði ég og við með banana og dreif mig á stað. Hvað er það sem að þinn sleði hefur fram yfir hina? Er þetta kannski bara svipaða sleði og hinn er með það? Já, ég held að. Hann hefur kannski reynsluna greið. Það er búið að taka svolítið á hann í brautunum í gegnum tíðina. Hefur þú keppt áður eða? Nei, ekki í snjókrossi. Motocrossi, aðeins. Og gengið vel þar? Nei, ekkert of mikið. Maður var alltaf andlit. Hvað ertu búin að vera lengi að sleða? Er þetta eitthvað sem þú ætlar að gera meira af? Já, ég ætla að. Það þarf að býja alltaf skólinn búinn og fæða maður sér nýjan. En pabbi er alltaf átt sleða og ég er búinn að vera alltaf með puttaðan í síðan ég var lítill. Búinn að eiga 3 sleða sjálfur frá því ég var lítill. Hvað segja mamma og pabbi við þessu öll saman? Er þeim alveg sama? Nei, ég hef glestur frá pabba kl. 12:30 í nótt. Ég ætti ekki að fara að leika einhverja hetju hérna og vera með einhverja vonur að vinna. Mamma ætlaði ekki að koma því hún var búin að vera á línunni í motocrossinu þegar maður var á andlitinu og meiddur og fluttur með sjúkrabíl og eitthvað. Mamma var ekkert glöð með þetta þegar ég skráði mig til leiks. En það verður bara gaman aðeins. Þú verður bara að senda þér mynd að þér í heilu lagi og með byggarinn. Já, það er rétt. Þau birtust nú þetta síðan þeirra keppni var að byrja. Ætli mamma ekki loka augunum svona annars lagi kannski. En þetta er fínt, það er bara að hafa gaman aðeins. Ég vona ekki þau gera það líka. Herri Jóska, bara aftur henn til hamingju og gangið vel. Takk að kella fyrir það. Þú kallaði þið Stinna hérna dag, hvað heitir þið eiginlega? Kristinn. Og þú varst að Vinna. hvaða flokkvinnur? Milliflokkin. Vanir. Hefur þið keppt áður í snjókrossi? Nei, aldrei. Er búin að keyra sleða samt eitthvað? Já, eitthvað aðeins. Hvernig fannst þið ganga? Ég skeit pínu í híti 2. Hélt honum á lengi í botni og horfði inn í trén, en annars gengur hinn hítið vel, sko. Það var bara gaman. Hvað viltu meina að hafi komið þér í fyrsta settið frekar en eitthvað annað? Það er ekki það að ég sé svo góður, sko. Sleðin er bara svo kraftmikill, sko.
Hvað hefur þessi sliði fram yfir hérna sliðina hérna? Þetta er Polaris IQ 440 sem er búið að setja 990 kubika Big Bore frá Carl Cycle í hann. Já, það er svoleiðis. Og hvað er þetta þá mörg hestöfl? Þegar hann er í lagi á hann að vera 207. Og fjörun í svona sleða, ég meina þetta er ekki venjuleg fjörun, er þetta eitthvað spes keppnisliði sem sagt eða? Já, þeir koma útbúnir frá Polaris sem alveg spes keppnisliðar. Er þetta eitthvað sem þú ætlar að gera meira af? Ef það verður eitthvað meira, þá er ég alveg til. Jæja, hér er ég komið með að feðga Bjarka Sigurðsson og Sigurða Sidda Málara sem er nú gömul kempa í þessu sporti og mótshaldari hér í dag. Bjarki, þú sigraðir í dag, til hamingju. Takk fyrir það. Var þetta eitthvað svo áttu von á? Já, það ekki bara. Þú voru svona drjúgur með þig og getur bara sagt þetta. Já, nei, þetta var alveg frábært og ógeðslega skemmtilegu dagur og bara klökkur hvað mættu margir að keppa og hrikalega margir að horfa á. Brautin skemmtileg? Já, hún bara, þetta litla sem höfum við að móða, það var æðislegt, alveg hreint. Nú er þetta fyrsta keppnin sem er haldin í 6 ár að mér skilst. Hvernig er tilfinningin að þessi komið í ganga aftur? Ég hef nú orðin svona meira bara á hliðalínu, þannig að þetta var bara virkilega gaman að unga kynslóðin vilji pröfu þetta. Og maður er svona bara að miðla þeirri reynslu sem maður hefur. Og hvernig gekk þetta mót í dag? Hafður einhver stjórn á þessu? Nei, ég var ekkert að stjórna. Ég fekk að
ræsa. Þetta var bara virkilega gaman og flott hjá þeim. Meira áttar. En svona heilt yfir, ætlið þið ekki að halda þessu áfram eitthvað? Var þetta ekki það flott að það er allt opið í því eða ekki? Jú, við allavega næsta ári við pott eitt mót og við heyrist það á þeim fyrir austan að þeir vilja halda mót líka, þannig að við náum kannski 1 til 2 mótum næsta ári. Er orðið meira mál í dag að vera faðir sem styrktaraðili í þessu í dag? Svona sleðarnir eru dýrari og svoleiðis? Já, sleðarnir eru sjást hlutfallslega dýrari en nei, þeir borga þetta sjálfur núna þannig að þetta er létt peningalega fyrir mig sko. Þannig að þú ert bara á gömlum sleða með grilli aftan á eins og ykkur annar þetta? Nei, ég segi þannig ekki. Ég er inni nú endurinn í alltaf reglulega og er enga nýjan sleða. En þeir sjáum sér sjálfur núna en það er maður aðstofar eftir fremsta megni. Er ekki bara góður það? Við endum hérna þátt á Motorhaus með samhliðabraut sem var keppt í á Icelandic Winter Games 2016. Hér erum við komið með Adda Tryggva en hann er búinn að vera keppnistjóri á þessu keppnum hér helgina sem að snýra snjósleðaævintýrinu. Hvernig er að vera keppnistjóri þetta? Herra, þetta er bara svona ljómandi gaman. Tekur á, taugar og annað. En ég held sér búið að fara vel fram hjá okkur bara. Mjög gott. Hvað var til þess að þú bauðst þig fram í þetta? Ég bauð mig ekki fram í þetta. Þeir ákveðu þetta fyrir mig strákanir. Já. Nú er þú keppt í þessu dóttölu sem hann áður? Já, ég er búinn að taka þátt í þessu öllu saman. En það er ágætt að hvíla sig á það líka. 10 ár sem ég keppti sér í snjókrossi en maður er alltaf búinn að halda sig í samhliðabraut og spinnum og svona gegn tíðina. Ef þú rennir aðeins síðan með okkur, hvernig virkar samhliðabraut? Herra, samhliðabraut virkar þannig að þetta eru 2 keppendur. Eða náttúrulega auðvitað fleiri keppendur en það fara 2 í einu. Þetta eru 2 hringir og það er hlið, cirka 500-600 metra braut löng og þeir keyra 1 hring í sitt hvort hliðinu og svo þeir eru búin með fyrsta hringinn þá skipta þeir, fara í seinni hliðið og annan hring og svo enda með því að sá sem er undan hann vinnur keppnina og hinn er bara úr, það er engin afsláttur af því. Þannig að það er bara keppt þangað til að það er 1 eftir? Já, það er bara keppt þangað til 1 eftir og í þess tilfelli í dag eru reyndar ekkert mjög margir en þeir eru 12 og þannig þetta verða 12-14 umferðir. Það er bara snilt. Gangið vel. Já, takk fyrir það. Eftir gríðarlega harða keppni í samhliðabrautinni endaði Bjarki Sigurðsson í fyrsta sæti, í öðru sæti Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson og í þriðja sæti endaði Einar Sigurðsson.